Ég ætla að sýna ykkur aðeins í Excel hvernig við getum látið töflur líta svona öllu betur út. Þannig hérna er tafla sem lítur ekkert voða vel út og það sem ég ætla að gera er að ég ætla að ljóma upp þessa töflu og ég ætla að kópera hana með því að gera Ctrl+C, fer síðan hingað þess að ég vil afrita hana og þá ger ég Ctrl+V. Þetta er þá CMD-C og CMD-V fyrir Mac-ana. Ok, þannig að hérna eru komið þessa töflu og fyrsta sem ég þarf að gera er að ef þið sjáu hérna rétt hérna að orðið loka einhvern það passar ekki inn í hann. Þannig að til þess að breyka hennan dálk, hennan H-dálk, þá þarf maður að fara hérna á milli H og I, bara að halda músinu inn og þá getur þið svona dreigja hann til og stækka hann. Þannig að þið viljum passa að allir textin passi inn í reitina. Síðan það sem við viljum gera, við viljum ljóma upp alla töfluna og þið viljum setja hennar textin í miðju reitana. Og þá notið þið þennan hérna taka. Þetta er alveg eins og í Word. Þið ætla að setja texta í miðju skjalsins. Kemur þetta svona. Ok. Síðan viljið þið að efsta línan sem segir til hvað kemur hérna fyrir neðan. Þessi hérna lína á að vera svona aðeins öðruvísi, kannski stærra letur eða bold eða eitthvað slíkt. Þannig að við getum prófa hérna að hafa bara stærra letur. Stækkum þess að reita aðeins. Ok, síðan viljum við kannski setja inn einhver svona línur hérna inn á milli. Þá getum við farið hérna taka. Þetta er borders. Við getum sett alls konar línur í kringum þessa reiti og prófum bara hérna, bottom border. Og svo kemur hérna lína alltaf undir. Þetta er að sjálfsögðu mjög leiðilegt að vera með stóra töflu og mæli ekki með þessu. Alltaf með svona litla töflur. Þannig ok, hérna er eitt dæmi töflu. Skulum taka aftur hennar texta hér. Ctrl+C, Ctrl+V. Stækka hennar rétt aðeins. Ok, eins áður setja allan texta í miðjuna. Það er hérna. Ég ætla núna að hafa efstu línuna bara í hafa hann í italic og síðan ætla ég að ljóma upp alla töfluna hérna og fara í borders og gera hérna all borders og þá gerir hún línur í kringum hvern einasta kassa. Ok, þannig að þetta er önnur útgáfa. Tökum aftur upprunalega töfluna, Ctrl+C, Ctrl+V. Setjum þetta allt í miðjuna hérna. Ok, og núna getum við tekið efstu reitina, getum við prófað að gera það bara bold, setja feilletrað. Síðan getum við sett hérna border, þess að getum við sett svona feita línu, það er hérna undir, þá getum við thick bottom border. Síðan getum við líka gert, þá getum við í staðins að setja línur, þá getum við sett bara liti. Það er þessi hérna reitur, fill. Og passið ykkur voru því að setja ekki of dökka liti, þannig að það er erfitt að sjá textan, það verður svona ljósi litir. Eins og þessi hérna, þetta sleppur. Það myndi bara setja aðra hvora línu. Ef þú setja ykkur einustu línu þá græðir þú lítið á því. Þannig að setur ykkur svona línu eða liti þá er auðveldur að lesa töfluna. Þannig að hérna sjáum við nokkra mismunandi gerðir af töflum. Þessa hérna efst uppi megið þið alls ekki gera, þið verðið alltaf að breyta ef mann að sé svona skemmtilegra útlit á þeim.